Sigurbjörg Gunnarsdóttir heiti ég og ég forstöðukona í Smárakirkju. Við langar til þess að bjóða þig velkomin í hlaðvarpið okkar, en hér ætlum við að tala uppbyggjandi og hvetjandi orð. Ég vona svo sannarlega að þetta blessi þig og hvetji þig áfram til að gera góða hluti í lífinu. Þetta var nú eiginlega lengsta, ég var lengst að eiga við það, þessi lungu vandamáli, það allt saman farið. Og það hjálpaði til að ég fór að syngja lofgjörðina með ykkur. Og ég sem sagt var upp á Landspítali, ég var þar í mánuð. En mér skilst að COVID hafi verið farið eftir svona hálfan mánuð. Og þá fóru eftirverkarnir að koma fram. Það voru ég held ég að fengi lungnabólgu. Svo var ég í öndunarvélarni einhverja daga. Og hefði ég ekki verið látið vita að ég hefði verið í öndunarvél, þá hefði ég bara ekkert vita af því. Ég bara kváði þegar maður var sagt ég hefði farið í öndunarvél og meira þegar ég vissi að það voru 4 dagar. Ég vissi ekkert af þessu. Það var bara mjög gott. Að ég meina viti ekki af því, sko. Já, Guð góður maður. Hann búinn að heldur betur að sanna sig fyrir manni hvað hann er. Og það var annað sem ég þetta þakka honum fyrir, að þegar ég fékk þetta og vissi hvað hafði gerst, þá vissi ég líka að ég myndi koma tilbaka. Og það finnst mér vera mikilvægt, ég vissi það að hann myndi skila mig tilbaka, vegna þess að ég á fyrirheiti frá honum eitt og annað. Og þetta eitthvað sem hann vill gefa okkur öllum, og ég á nokkur. Og það ótrúlegt með það, hvað maður heldur í þessi fyrirheit. Og þetta eitthvað sem Guð vill og veit að mun verða okkur styrkur. Ég veit ekki með ykkur. Eigið þið til svona fyrirheiti eitt og annað? Já. Og þið munu halda í þetta og við munum halda í þetta og sérstaklega þegar eitthvað fer að gerast. Og ég man eftir því að ég vissi að ég kemur tilbaka og það var annað líka. Ég fann aldrei neitt til. Aldrei neina verki eða neitt. Aldrei. En maður var náttúrulega ekki fugl eða fiskur. Og bara ganga svona frá nokkra metrar bara héðan og hingað. Þetta var bara lengsta leið. Maður fór að velta því fyrir sig hvort maður gæti það. En kannski var maður kjarklaus líka, það getur nú alveg gerst í svona málum. Maður verður bara kjarklaus og þurfi átök við að gera eitt og annað. Og þetta líður allt saman eitt af öðru og mér var farið að hlakka alveg rosalega til að komast heim. Alveg svoleiðis, ég þráði að komast heim aftur. Og ég komst heim. Ég man alltaf eftir því ég fór í sjúkrabíl heim, ég þurfti ekkert að fara í sjúkrabíl, mér var bara boðið að fara í sjúkrabíl. Ég man alltaf eftir því þeir keyrðu mig inn, strákarnir, eða fólkið, hvað heimilið tók vel á móti mér. Ég tók alveg sérstaklega eftir því og mér þótti svo vænt það að maður bara svona eiginlega klaknaði. En það var nú á þessum tíma að maður var alltaf að klökkna og maður var svo þakklátur. Já, einmitt, þetta var frábært. En ég bað Guð það, Guð drottinn, ég vil ekki fara að skæla hérna. Það voru svo margir að hlusta, sko. Hann var með þetta allt saman að reyna. Það líka allt til að ég svona horfa á björtu hliðarnar og spaugilegu hliðarnar á þessu. Því að við verðum að muna þegar ég er hér. Hann tók mig ekkert. Hann sagði við mig, Konráð, það er köllun yfir þínu lífi og þú skalt bara byrja aftur þá sem frá var horfið. Og ég bara gerði það. Ég fór að velta fyrir mér ýmsu, býttu við, ekki kominn tími til að fara að skipta gír og fara að gera eitthvað annað. Nei, ég hef köllun á þínu lífi og þú skalt halda áfram að vinna þá vinnu sem þú er að vinna. Og ég ætla að gera það svo lengi sem ég stundi lappirnar. Og ég veit eiginlega ekkert hvað ég á að segja, sko. Ég þarf að fara að rifja þetta upp. Ég veit að ég hef ekkert verið mikið að hugsa þetta. Já, nákvæmlega. Já, skórnir maður. Já, það var eitt, hann búinn að lækna mig alveg, sko. Það var komin í manninginni sem kom löppina, það var kannski þessar, ég veit það ekki. Það var svona kúla. Og svona skór voru útilokaðar. En núna eru þeir komnir og ég finn ekki fyrir þeim.
því að kúlan farin. Hann búinn að lækna þetta allt. Og ég fekk hérna, tvíburabróðið, þið vitið kannski hvað það Það er svona gúll hérna kemur. Og það er ekki læknanlegt fyrirbrigði. Það þarf að skera í það og þrýsta gumsinn út. Og ég fekk þetta hérna þegar ég var í þessu. Og ég var komin á þann stað, ég ætlaði bara að fara að láta skera. Þetta var að fara að há mér. Svo fyrir ég að þreifa maður, hei, það er varið. Svona var þetta allt. Kraftaverk eftir kraftaverk. Og það var eitt líka, ég hrundi þarna og fór eitthvað að brölta nótt. Ég veit nú ekki af hverju ég gerði það. Og ég datt á hausinn og þá meiddi ég mig hérna í öxlinni. Þá fór ég aftur á gjörgæslu. Missti andan, átti erfitt með að anda, gat varla andað. Þá fóru þið með mig í gjörgæsluna og bara 3 dögum seinna þá var allt bara orðið eins og það var. Þetta er bara guð. Svona var þetta alveg aftur og aftur. En þetta ekki orðið ágætt? Þetta er náttúrulega bara frábært. Bara svo ég skilji það rétt, okay. Hann tók út úr COVID. Eins lasinn eins og varst þar. Já, rétt. Hann búinn að lækna bakið þitt, tvíburabróður, bara hvarf. Engin aðgerð. Var þetta í fyrsta sinn sem þú fékkst? Jú, fyrsta skipti ég alltaf þurfti að fara í aðgerð og Já, þú semst búinn að fá hann áður og farið. Já, 3. eða 4. Og alltaf skurður þangað til núna. Já, þeir sögðu mér einu sinni læknarnir að þetta væri þennan stað hjá okkur, það væri ekkert að koma neinu lyfjum þarna að. Það væri eina ráðið væri að skera. Og svo bara svo ég skilji það síðast með skóna þína, sko. Þess að það var eins og þessi verða rammaðurinn. Ég hef séð einmitt fætur á nokkuð mörgum í gegnum tíðina þar sem að beini vex út úr og þú þrýstir því ekkert bara svona saman aftur. En það var þannig hjá þér og þú gast ekki verið í þessum skóm sem þú ert í núna. Nei, það var útilokað. Þegar ég hefði bara taltræðið eins og eitthvað, sko. En í hvað, ertu ekki að plata okkur? Fórstu ekki í skurðaðgerð? Ekki í skurðaðgerð. Ég var eiginlega bara, vissi ekki að því fyrir ég fór að treyja og þetta var farið. Þá fékk ég þeim með þessa skó. Þeir eru hérna á lappanum á mér. Þetta er dásamlegt. Gefum Guði dýrið öllu þessi konu minn. Þetta er yndislegt. Takk fyrir vitnisburðinn. Amen. Hvað er klukkan okkar? Já, ég tek þetta á korteri. Já, þetta var svo góð predikur sem við fengum núna frá Konráði. En nú ætla ég aðeins bara að hnýta saman, ég fannst ég verða að hnýta saman, síðustu 2 sunnudaga hjá mér, þar sem við höfum verið að fjalla mismunandi sáttmála, hvað greinir þá að og hvorum sáttmálunum við tilheyrum og svo framvegis. Og ég ætla bara að segja ykkur í stuttu máli, að gefa ykkur eitt dæmi hvað skilningur á þessum mismun gífurlega mikilvægur fyrir okkur og öðrulagi hvernig það byrjaði þetta ferli á mér að fatta að lesa og skoða þetta. En svo lofa ykkur því, þið fáið frí frá mér og þessum 2 sáttmálum í einhverja daga. En nefnilega næsta sunnudag, þá ætlar góðu vinur okkur og bróðir, við köllum hann Kolla, Kolbeinn Sigurðsson. Hann ætlar að koma og tala hjá okkur. Það verður gaman. En þessir sáttmálar 2, ef að við greinum ekki á milli þeirra í orðunni, í biblíunni, þá lendum við í mótsögnum. Og ég ætla að lesa fyrir ykkur hérna 2 ritningarstaði. Annar er Postulasögunni og það er Pétur. Hlustið á þetta. Þetta er Postulasögun 15. Postularnir og öldungarnir komu nú saman til að líta á þetta mál. Við ræðum sem sagt heiðingjana sem voru að komast til trúar. Og þá þurfti Pétur að fá sér vatn. Eftir mikla umræðu reis Pétur upp og sagði við þá: Bræður, þér vitið að Guð kaus sér það
fyrir löngu ykkar á meðal, að heiðingjarnir skyldu fyrir munn minn heyra orð fagnaðarerindisins og taka trú. Og Guð sem hjörtum þekkir bar þeim vitni hann gaf þeim heilagan anda eins og okkur. Engan mun gerði hann á okkur og þeim þegar hann hreinsaði hjörtu þeirra með trúni. Svo kemur 10. versið. Hvers vegna fyrst allt þetta freisti þeir nú Guðs með því að leggja ok á háls lærisveinunum hvorki feður okkar né við megnuðum að bera. Veltið fyrir ykkur. Fjöldi manns fyrir utan gyðingdómnum, fyrir utan gamla sáttmálan, fyrir utan sáttmála Guðs við Ísraelsmenn komast til trúar. Og Pétur segir, hvernig dettur ykkur núna í hug að ætla að leggja ok á herðar háls þessara bræður og systra út allan heim, og sem þú og ég og feður okkar og forfeður gátum ekki borið. Vitið það til trúfélag og það til guðfræðingar og það til fræðimenn sem trúa því að það sé mikilvægt að halda þessu öllu saman, að það sé hvortveggja í gangi. Það líka til guðfræðingar og trúfélag sem trúa því að Ísraelsmenn frelsist í gegnum lögmálið, ekki í gegnum Jesú. Þetta allt til, sko. Hér kemur alveg skýrt fram, Pétur segir, strákar, hvorki ég, þú, feður okkar, forfeður, gátum þetta. Þetta var ok háls okkur, okkur eru þá að leggja á þá að halda þetta lögmál. Þetta segir hann, hlustið svo í fyrsta Jóhannesarbréfi. Því að í þessu birtist elskandi Guðs að við höldum hans boðorð. Og boðorð hans eru ekki þung. Þarna mótsögn, eða ekki eða hvað. Býtum við, þetta var svo mikið ok, sko þau voru ekki bara þung, þau voru ok. Boðorðin, og hérna eru þau allt í orðin létt. Sjáu þið það hægt að taka þetta sem mótsögn. Ég man því ég las fyrst þetta og hugsaði, vá, í þessu birtist elskan til Guðs ef við höldum hans boðorð. Ef ég ætla að sýna Guði elskan, þá þarf ég að halda öll hans boðorð. Það er þetta sem þetta orð segir. Þá Pétur og Jóhannes ósammála eða hvað í gangi? Til þess að skilja, þeir eru nefnilega ekki ósammála. En þeir eru að tala sitt hlutin. En til að skilja, þá ætla ég að bakka aðeins hjá Jóhannes, ég hlustið á þetta. Ótti ekki í elskunni. Fullkomin elska rekur út óttan. Því að óttin felur í sér hegningu. En sá sem óttast ekki fullkomin í elskunni. Við elskum af því að hann elska okkur á fyrra bragði. Og í þessu birtist elskan til Guðs ef við höldum hans boðorð og boðorð hans eru ekki þung því að allt sem að Guði fætt sigrar heiminn og trúvor, hún sigurinn, hún hefur sigrað heiminn. Gamli sáttmálinn setti skilyrði fyrir öllum sínum loforðum. Og skilyrðin voru þungbær og það var hegning að þú hélstu ekki. Það var þessi ótti hegningu. Ef þú óttast hegningu frá Guði, ef það haldi ekki boðorð hans, þá ertu að misskilja eitthvað, elsku vinur. Ég bara segja að þá ertu að misskilja eitthvað. Nýji sáttmálinn færir okkur kærleika og samþykki og rétta stöðu, réttlátt fram fyrir Guði, þar sem lögmál lífsins andamuniði og lögmál trúarinnar leysa okkur til að elska Guð og elska náungan. Hann elskar okkur á fyrra bragði. Á nefna annað, hlustið á þetta, bara örstuðmynd, kemur bara í hugum núna því að fyrra bragði. Það kennt úr predikunarstólum í kirkjum út allan heim. Ef þú ekki fyrirgefur hjartabróðinum, þá mun Guð ekki fyrirgefa þér. Þarna tilvísun í gamla sáttmálan. Jesús talaði þetta, hann sagði þetta þegar hann var að tala við gyðinga.
Ef þú ekki fyrirgefur að hjarta bróðinum, þá mun Guð ekki fyrirgefa þér. Þetta er gamli sáttmálinn. Nýji sáttmálinn er svona, þið lesa hann aðeins seinna, þið komið inn í nýja sáttmálann. Af því að Guð hefur fyrirgefið þér allt, skalt þú fyrirgefa bróðinum. Sjáðu muninn. Þú hefur meðtekið fyrirgefningu, þess vegna skalt þú einnig fyrirgefa. Guð er ekki hald í gegn þér, hann er ekki vondur, hann er ekki harður, auðvitað vill hann fyrirgefum, ég er ekki að meina það, en hann er ekki að halda aftur af fyrirgefningunni hjá þér ef að þú ert ennþá berð eitthvað í hjarta. Hann hins vegar leiðir þig til þess að fyrirgefa eftir á. Það er munurinn á. Svo það er þá ekki verið að tala, Pétur og Jóhannes er ekki að tala sama lögmálið. Muniði, trén eru bara stök tré. Biblían var ekki skrifuð í köflum og versum. Hún bara skrifuð sem bréf. Munið það. Það er ekki, Pétur var ekki að skrifa, já, fyrsti kafli, fyrsta vers. Hann bara skrifaði bréf. Það er seinni tíma mál að skipta bókinu upp í kafla og vers til að auðvelda okkur að ná í eitthvað, muna hvar einhvað er, skilja þetta, já, þarna stóð þetta. Það er bara til þess að þú ekki alltaf að fara í gegnum allt bréfi til að reyna að ná í það. Það er tilgangurum með því. Þannig að ef að muniði líkinguna, ef að eitt vers er eins og tré í skóginum og þú ert alltaf að taka bara eitt tré. Jú, tréð segir þér ákveðna sögu, en þú þarft að skoða tréð í samhengi í skóginum. Hvað er skógurinn að segja þér? Silfur, þú þarft að fara og skoða allan skóginn og þá mun tréð tala til þín í samhengi við skóginn. Þetta þýðir að lesa Biblíunni í samhengi. Við erum svo hrikalega gjörn á að taka bara eitt vers út úr. Þetta var gott. Þetta er skelfilegt. Þú veist, þau eru misgóð fyrir okkur, sko. Þetta er, ég tek þetta, sko, halleluja. Ég sleppa þessu. Þú veist, af því þetta var ekki eins gott tré fyrir okkur. Við erum þarna. Ekki gera það. Takið í samhengi, skoðu hvað er verið að segja, hver er að tala, við hvernig er að tala og hvað er hann að segja. Hvað er allir skógurinn að kenna okkur? Og þá þurfum við að skoða aðeins framar hjá Jóhanesi til að vita hvað hann var að segja. Mín boðorð eru ekki þung. Í þessu birtist elskandi Guðs að þið haldi boðorðans og boðorðans eru ekki þung. Ef hann er ekki að tala lögmál Móse, sem að Pétur var að vara við, hvað er hann þá að tala um? Og þá förum við framar í skóginn. Við förum bökkum aðeins út úr miðjun og skóginum og förum að skoða, hérna er eitthvað að gerast í skóginum og þá finnum við þetta. Hvað sem við byggjum fáum við frá honum að því að við höldum boðorð hans, kemur þetta einu sinni enn. Þú mátt biðja hvað sem er frá honum að þú heldur boðorð hans. Og þá hugsað þú strax, þess vegna fæ ég aldrei neitt frá honum. Og henni segi, ég er að reyna að halda 613 boðorð. Ég er að reyna að halda öll boðorðin. Og það er, nú skilja okkur ég fæ aldrei bænasvar. Hvað sem við biðjum fáum við frá honum að því við höldum boðorð hans og gjörum það sem er honum þóknarlegt. Já, ég er ekki Guð þóknarlegur, ég held ekki öll 613 boðorðin. Svona dæmum við okkur. Þetta er óttinn við dóminn sem vorum að tala áðan. Þessi ótti er ekki elskunni, en þetta er ótti hjá trúuðu fólki að vera dæmd fyrir það að vera ekki nógu duglega að halda lögmál Móse. Það er bara svoleiðis. En svo kemur þetta fallega tré, númer 23. Takk eftir. Við getum beðið hvað sem er og fáum að því við höldum boðorðans og gjörum það sem er þóknarlegt. Og þetta er hans boðorð. Þá kemur boðorðið hans. Nú kemur boðorðið. Þetta er boðorð Jesú Krists. Að við skulum trúa á nafn sonar hans, Jesú Krists, og elska hver annan. Sjáu,
Þetta eins og svart og hvítt. Pétur var að tala allt annan hlut þetta í postulasöguna, hann sagði við gátum þetta ekki, bræður, við gátum þetta ekki. Enginn okkar gata, ekkert okkar gata, þetta var bara eins og okum hálsinn á okkur. Og við óttuðumst hegninguna, við óttuðumst að fá ekki blessunina. Hér boðorð Guðs hið nýja í hinu nýja sáttmála. Hvað? Trúðu á Jesú Krist sonans og elskaðu. Muniði, þetta boðorð gaf hann líka síðustu kvöldmáltíðinni. Þeir var að brjóta með síðustu kvöldmáltíðinni og brauð og vínið. Þau brautu saman brotning brauðsins fyrirmyndir fyrir okkur þar. Og hann sagði, nýtt boðorð gef ég. Nýtt boðorð. Og þá, þannig að bætið 614. Þú veist, við verðum 600, nú komið 1 í viðbútt. Nei, nýtt boðorð sem að til í nýju sáttmála sem kemur í staðinn fyrir allan hinn pakkan. Og af hverju það svona stórkostlegt boðorð og af hverju það svona kröftugt? Vegna þess að í því leysist kærleikur og andi Guðs innra með þér sem þegar þú eignast eilíft líf, þegar þú endurfæðist í honum, þá kemur andi Guðs sem að hrópar innra með þér, Abba faðir, gefur þér staðfesting á hver þú ert í Guði, að þú elskar vegna þess að hann elskar þig. Hann leysir kærleikann, þú þarft ekki eins og að strefa. Þú þarft ekki að puða. Ég veit að við erum öll svona mismunandi elskuleg. Þú veist. En við mögum ekki misskilja hvað elskar. Það ekki, ég elskar það mikið. Það er ekki. Ekki þá meir ekki segja það, þú mátt alveg segja það ef þú vilt. En það að framganga í þessum kærleika Guðs til annara manna. Ef þú vilt vita hvernig það speglast, lestu Korinthubréfið fyrra 13. kafla. Þar það allt. Ok? Heilagur andi stöðugur innan með okkur af anda hans þekkjum við hver við erum og af anda hans flæði frá okkur þessi kærleikur. Við sjáum þess vegna að þungu boðorðin í postulasögunni sem Pétur var að tala og létta boðorði sem að Jóhannes var að tala ekki sama. Þannig að þeir eru að tala sikkur hlutin. En ef þú ekki veist, ef þú gerir ekki greinarmun gamla og nýja, þá rennur þetta allt saman. Og þetta verður hreinlega mótsögn. Ég byrju, Jesús minn, hvort þetta létt eða þungt? Það stendur bæði þessi létt og þungt. Hvort það? Sikkur hluturinn. Þung að lögmál Móse, hin eru létt, lögmál Krists. Og að lokum núna bara, að því yfirskriftunum þessu enga blöndu út með sjampóið. Yfirskriftunum síðustu 2 skipti voru súkkulaði og sjampó. Já, við elskum nefnilega súkkulaði. Við notum sjampó og við elskum súkkulaði. Það munur þar á. Ef þú ætlar að borða gott súkkulaði, þá blandar ekki sjampóið saman við það. Það var það sem var eiginlega hugmyndi með þessu fáránlega titli á þessari ræðu. Ef þú ætlar að borða súkkulaði, þá farðu kannski vanulís. Ég fengi það í Sibvala oft og það ógeðslega gott. En sjá, það gott saman. En súkkulaði og sjampó, ekki svo gott. Og það það sem að lögmál Móse og lögmál Krists, það fer ekki saman. Það ekki gott saman. Og nú ætlum ég að deila með ykkur bara örstutt hvernig þegar ég sá ákveðin tré, nú ég ennþá að nota líkinguna, vers tré og biblían all skógurinn eða kaplinn, hvernig ég sá ákveðin tré og spurði Guð, byrju, þetta eru skrítin tré. Þau að segja mér sögu sem að ég ekki alveg með á hreinu hvað þýðir. Og hann fór með mig í ferðalag. Má ég leysa þið fyrir ykkur? Allt í einu, þegar ég sá þetta, þá gekk biblían upp. Ég fikk alveg nýja sýn. Ég má segja bara, ég hafi bara endurfæst upp á nýtt. Annarsinn. Ég ekki að grínast. Það var bara, wow! Það var alveg stórkostlegt. Og það bara, biblían lögst bara upp og ég fór að sjá,
nú heyrðu, nú passar þetta. Þetta passaði ekki áður. En ég náttúrulega átti bara að trúa því áður. Og var alltaf að ströggla við það. Þið ströggla, ég sé bara á okkur, þið ströggla. En það fullt af öðru fólki sem ströggla við þetta. Það bara, þetta erfitt. Ok, má ég lesa? Þið þekki þessi vers, sko. Mörg ykkar. Hvað gerði ég við þetta? Týndi þessu? Hérna kemur þetta. Ég kannski hleypa aðeins yfir. Þetta er úr Galatabréfinu. Segið mér, segir Páll, þið sem viljið vera undir lögmáli Móse, þið sem viljið vera undir þessu lögmáli, þó séu kristinarna minna. Hann er að tala til trúara kristina. Hann er ekki að tala við gyðingarna sem voru undir lögmáli. Hann er að tala við þá kristnum sem vildu vera undir því. Heyrið ekki hvað lögmáli segir. Ritað og svo fer hann allavega aftur í Mósebækur. Abraham átti 2 sonu. Ég ætla ekki að fara að útskýra Abraham og Ísak og Ismael og það allt einu sinni en bara lesum þessi 3 og sjáum hvað þau segja okkur. Abraham átti 2 sonum. Annan átti hann með ambáttinni, hinn með frjálsu konunni. Sonurinn með ambáttinni var fæddur á náttúrulegan hátt og þið sem þekkið þessa baksögu eða sögu, þetta er alveg geysilega mikilvæg saga fyrir okkur. Þetta er sonurinn sem Abraham og Sara svona plottuðum að láta fæðast. Sonurinn með frjálsu konunni er fæddur samkvæmt fyrirheiti eða loforði. Þessa sögu þekkja flesti trúaði menn, kristnir, karlar og konur. Ok, svo koma trén sem að bara, já, þau fjallu bara hausinn á mér. Þessi vers sem ég var að lesa frá Páli hefur óeiginlega merkingu líka. Þetta er ekki bara bókstaflega Abraham, bókstaflega Sara, bókstaflega þessi sonur, bókstaflega hinn sonurinn. Þetta hefur óeiginlega merkingu og hlustið svo á skýringuna. Konurnar merkja 2 sáttmála. Konurnar eru tákn fyrir 2 sáttmála. Getið þið hvaða sáttmálar það eru? Akkurat, það eru þeir sem við erum búin að vera að tala um, gamli og nýi. Annar sáttmálinn er frá Sínaífjalli og hann elur af sér börn til ánauðar. Það er Hagar. En Hagar merkir Sínaífjalli í Arabíu og samsvarar henni núverandi í Jerúsalem. Því að hún er í ánauð ásamt börnum sínum. Til að stökkva hans yfir. En ég ætla að taka fyrst hérna. En Jerúsalem sem er í hæðum er frjáls. Hún er móðir vor. Það er hinn sáttmálinn. Sara merkir nýji sáttmálinn. Stökkva yfir 7. versi og fara í 7. Þið bræður, systur, eru fyrirheitisins börn eins og Ísak. Hvor móðurinn fæddi Ísak? Sara. Hvor sáttmálinn er hún? Nýji. Þið eruð eins og Ísak, fædd inn í nýja sáttmála. Og eins en sá sem er fæddur var á náttúrulegan hátt og eins og sá sem er fæddur var á náttúrulegan hátt ofsóttu forðum þann sem fæddur var á undursamlegan hátt, svo er það nú. Þetta fannst mér svolítið skondið setning seinna meir. Vegna þess að sagan segir að eldri bróðurinn Ismael, hann fæddist aðeins á undan, hann ofsótti hinn. Hann öfundast út í hann pappa hann virtist eitthvað svona, þó hann hafi fengið mikla blessun frá pappa og svo framvegis. Að þá var þetta ekki alveg eins vegna þess að mammans var ekki eiginkona. Ok? Eins og hann ofsótti forðum, þannig er það líka í dag. Leið og þú ætlar að sluffa og út með sjampóið, þá færðu að heyra það.
Ég fengi að heyra það. Ég græta ekkert. Ég get meiri sér sagt ykkur að bara, ég bara segi ykkur að hér og nú. Ég fór inn okkur, þetta var bara skömmu eftir, bara sýna ykkur dæmi hvernig þetta virkar. Skömmu eftir að ég fæ þennan skilning frá Guði, því ég sýna ykkur það á eftir. Þegar ég fæ þennan skilning, þá fór ég að stúdera þetta og ég fór að tala um þetta og ég tala um þetta. Þið vitið, ég get talað. Þú veist, stundum allt og mikið. Og núna ég búin að því nú þegar, sjáðu. Það tók alveg korter, eins og ég sagði. Og ég tala um þetta til þess að láta þetta festast í mér, til þess að ég héldi áfram að skilja þetta. Og ég fór meðal í nokkuð viðtöl hjá ákveðnum manni, sem núna látinn, á Omega. Og talaði um þetta. Og talandi um ofsóknir, þetta engin ofsókn gagnvart mér, en það komu hringingar frá nokkurum velmetnum forstöðumönnum á Íslandi, niður í Omega. Viltu gjöra svo vel að taka þennan mann út og henda öllum upptökum á honum? Já, vegna þess að þetta að eyðileggja trúna. Aha. Eins og sá sem fæddur á náttúrulegan hátt ofsótti forðum það sem fæddur á undursamlegan hátt, svo það einnig nú. Þú færð að heyra það ef þú ætlar að henda út sjampóinu. Sem betur fer, þá snerti þetta mig ekkert og ég fari, yes. Ég vissi ég var með eitthvað, þetta kom svo illa af kauninu á einhverjum. Allavega, hvað segir ritningin? Og nú kemur tréð sem að datt í hausinn á mér. En hvað segir ritningin sjálf sem kristni menn trúa á, vilja trúa á, játa, lesa og hluti af því sem þeir trúa? Hvað segir hún? Hún segir, rek burt ambáttuna og son hennar, rek burt gamla sáttmálan og öll hans afkvæmi, því að ekki skal ambáttasonurinn, ekki skal neinn af þeim sem að byggja líf sitt á nokkurn hátt á hinu gamla, eignast hlutdeild í hinu nýja. Rek burt ambáttuna, því að ekki skal ambáttasonurinn taka arf með syni frjálsakunnar. Nei. Því verður ekki blanda saman. Og þegar ég sá þetta, þá sagði ég, Guð, hvað þýðir þetta? Ég veit ekki græna guðmundum hvað það þýddi, en svo fór ég að skoða og þá kom öll þessi, þá bara allt í einu. Lögstuð, já, ok. Þetta sikkur hluturinn. Elsku vinir, við fyrirverðum okkur ekki fyrir fagnaðarerindið. Fagnaðarerindið er kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum manni. Bara Kristur. Hans verk er fullkomnað. Við segjum hans verk er fullkomnað, en samt ætlum við að bæta hans við það. Því að, það er rosalega fullkomnað, en samt verði nú að koma með eitthvað þessu gamla inn, sko. Nei, það var það sem þeir voru að reyna að gera. Þeir voru að reyna að ná fullkomnunarstöðu, en gátu það ekki. Þannig að þú hefur engu við að bæta, þú getur ekki. Annarkvort er Jesús hinn fullkomni frelsari þinn, eða hann er það ekki. Annarkvort kláraði hann allan pakkan á krossinum, eða hann gerði það ekki. Ég segi, hann gerði. Og ég veit, þú trúir því líka nefnilega. Þess vegna skulum við henda sjampóin út. Þetta er ný hugsun fyrir marga. Þetta var ný hugsun fyrir mig fyrir nokkurum árum þegar ég byrjaði að skoða þetta. Og þetta var ekkert auðvelt fyrir mig. Því þetta var þvert í gegn því sem ég hafi trúað. Þvert í gegn því. En í dag mundi ég ekki skipta fyrir nokkuð mun. Það að einhver vilji taka teipin mín niður úr Omega heilu er ekki ofsókn. Það er ekki ofsókn. Ég hef gengið til frelsis hans, hvíldar og dásamlegs samfélags við hann í heilugum anda. Skulum biðja. Faðir minn, við þökkum þér
Þökkum þér fyrir náð þín og miskunn, við þökkum fyrir þinn nýja sáttmála sem þú gefið okkur. Þökkum fyrir það, Drottinn minn, að þú hefur opnað algjörlega nýjar dyr fyrir okkur. Nýtt líf. Þú hefur réttlætt okkur í þér. Gef okkur rétta stöðu fram fyrir þér. Fyllt okkur á anda þínum. Kalla okkur til nýs lífs. Við erum ný sköpun. Það gamla horfið. Það ekki bara munhverfa, það farið. Og við göngum fram til sigurs í trú, í anda og krafti frá dýrið til dýrðar, frá sigri til sigurs. Réttlætt fyrir blóð lambsins. Hrein og réttlát. Ekki vegna þess að við eigum það skilið, heldur vegna þess að þú ert svo góður. Drottinn, ég bið fyrir blessun yfir hvern sem að hlusta, bæði hér í salnum, heima fyrir. Bið opinberun þína núna. Heilagur andi, kenn þú, tala þú. Fylltu af nærveru þinni, frið þínum, þegar þú talar og leiðir og umbreytir líf okkar. Halleluja. Elsku bróður og systir, þið sem að hlusta, ef þetta mjög framandi fyrir þig, bæði núna og síðustu 2, ég hveti til að hlusta á síðustu 2 sunnudaga hérna líka þá til þess að fá heildarpakkan, mjög mikilvægt. Eina sem ég biði ef þetta mjög framandi. Lestu þetta, hlustaðu með opnum huga og ég hveti til að byrja að rannsaka. Ekki taka bara gott og gilt allt sem að það hefur verið sagt við þig, ekki einu sinni taka gott og gilt sem ég að segja við þig núna, nema rannsaki sjálfur. Skoðaðu skóginn sjálf. Amen. Guð blessi ykkur, elsku vinir. Ég hveti til þess að stilla inn á okkur með reglulegum hætti því að hér verður alltaf eitthvað nýtt á nálinni. Takk fyrir að hlusta.